gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér til þess að ræða aðstöðu flóttabarna á Íslandi Tótla Sæmundsdóttir hjá Barnaheillum. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það voru sagðar fréttir hérna fyrir tæpum mánuði síðan af svona hörmulegu ástandi í Jóðall-húsinu meðal annars, þar sem að barnafjölskyldur voru svona, og börnin, það að segja, voru svona utan kerfis, þau voru ekki í skóla, það var lítið leikföngum, mátti ekki leika sér á göngunum og það var svona einhver svona refsistefna, sagt frá refsistefnu gagnvart foreldrunum með börnin huguðu sér ekki. Það kom mjög illa marga og meðal hans Jón Kalman skrifaði þetta pistil sem að svona fór víða og vegna þess að þetta svo lítið ómanneskilegt. Þið hafið verið aðeins að svona skoða þessi mál. Geturðu sagt okkur einhverja framvindu af þessu? Að framvindu þessu máli? Já, sko frá því að þetta færðist, þessi þjónusta færðist frá sveitarfélögunum og yfir til Vinnumálastofnunar sem undir ráðuneytinu, þá breyttust margir hlutir. Það að segja, þjónustan sem hafði verið hjá sveitarfélögunum, af því að sveitarfélögun í rauninni komið með mikla þekkingu á málefnum sérstaklega umsækjenda alþjóðlega vernd. Þetta málaflokkur sem þeir eru búin að sinna lengi. Og þá hafa þau haldið utan hópinn og tryggt honum þjónustu í gegnum sín kerfi eins og bara hjá öðrum. Þannig að þegar málaflokkurinn færðist frá sveitarfélaginu yfir til ráðuneytisins, þá breyttust hluti til hins verra og sérstaklega fyrir barnahópinn. Og það sem gerist í rauninni bara að þau fá fyrir skóla þegar skólaskylda í Íslandi, en það sem datt út leikskólinn og frístundir og tómstundir og annað slíkt. Þannig að við erum með þarna hóp, sérstaklega yngsta hópinn, 0-5 ára, sem fær ekki að fara í leikskóla eða fær enga þjónustu. Þannig að þau eru í rauninni bara með foreldrum sínum allan daginn heima við. Og þetta það sem við höfum verið að gagnrýna og höfum verið að gagnrýna síðan að við vissum að þetta væri að fara að gerast. Þannig að núna komið ára þessu og við náttúrulega þekkjum til hópsins og þekkjum foreldra sem hafa leitað til okkar, af því að ég hef stundu sagt það, ég veit ekki með ykkur, en ég gæti ekki ímyndað mér að vera först með 2, 4, 5 ára allan daginn inn í litlu rými þar sem að í vondu veðri þar sem kemst lítið út og hefur engan annan stuðning. Fyrir utan, ef við byrjum ekki svona að ræða hvað er mikilvægt skólastig fyrir börn í félagsþroska og aðlögun og öðru slíku. Já, þannig að þetta það sem við höfum verið að gagnrýna og við vorum bara mjög glöð að sjá að við erum ekki ein í þessu, að fólki misbýður þessar aðstæður og þá höfum við bara verið í samtölum við ráðuneyti og við Vinnumálastofnun, hvað við getum gert. Að því í grunninn þá þetta mjög fá börn. Þetta ekki stórvægilegu kostnaður, þetta pólitísk ákvörðun og það svolítið kjarninn í þessu. Það auðvelt að breyta þessu. Það auðvelt að koma mannsamandi fram við þennan hóp og styðja við þessi börn. Og fókusin sem mér hefur svolítið langað að setja líka, að því að við vitum í rauninni ekkert hvað verður þennan hóp. En kjarninn minn alltaf að allt sem fólk fær á meðan það á landinu, það fylgir þeim áfram. Þannig ef við byggjum félagsþroska, ef við hjálpum börnum í aðlögunarhæfni, ef við byggjum undir þau, þá það eitthvað sem fylgir þeim áfram á alla tíð. Það gríðarlega mikilvægt að jafnvel þó að þetta verði ekki framtíðar ríkisborgara landsins, að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma mannúðlega fram og í rauninni byggja undir hennar hópa áfram. Og þið hafið verið í samtölum við ráðuneytin og Vinnumálastofnun og finnur fyrir velvild vill kerfið gera betur fyrir þannig að því þú segir þetta pólitísk ákvörðun og þetta var pólitísk ákvörðun á sínum tíma að færa þetta úr höndum sveitarfélagana og það miklu þekkingu og svona bara kunnóttu sem að var þar innanhús og yfir á Vinnumálastofnun og það kemur mann kannski líka svolítið spáns fyrir sjónir að Vinnumálastofnun sé farin að einhvern veginn hlúa að öryggi barna, það bara passar ekki saman. Nei, og ég held að það hafi líka komið þeim svolítið spáns fyrir sjónur á sínum tíma að taka yfir þennan málaflokka því að það voru ekki grunnstoðirnar og grunninnviðir til þess að sjá þennan hóp.
og ég efast ekkit að Vinnumálastofnun sé að gera það besta úr því sem þau hafa úr að moða, en á sama tímapunkti þá hafa þau ekkert úr að moða. Af því að allt sem ekki lögbundið núna bara ekki í boði. Þannig að þetta ramminn sem þau eiga að vinna innan í og ég held að sé enginn glaður með þetta. Sveitafélögin voru ekki hamingjusum með að þessi hópur væri tekinn frá þeim og búin að mynda gríðarlega mikil þekking og fólk vildi halda áfram og halda þessi málaflokk hjá sér. Men ég held að Vinnumálastofnun hafi ekki haft mikinn áhuga á honum að hann skyldi komin að þeirra borð. Þannig að þetta þarf að komast til ráðamanna í rauninni. Hvernig ætlum við að breyta þessu tilbaka? Af því að það var alls konar sem mátti setja út á þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd, en við erum á hraðri niðurleið. Það alveg skýrt. En svona eftir þennan fréttaflutning, eftir þessi skrif Jóns Kalmans, eftir ykkar svona gagnrýni og annarra hópa, finnurðu, eitthvað að breytast? Eitthvað, þú veist, að liðkast til í ráðuneytinu? Ráðherra tilbúin til þess að horfast í augu við þetta? Ég ekki búin að heyra frá ráðherra, en ég vona það. Hann allavega gaf það til kynna í þessu viðtali að hann hefði áhuga á því að endurskoða þetta. En þetta skref sem þarf að taka. Það áhugi úr samfélaginu og það alveg skýrt og það meðbyr sem mér þykir gríðarlega vænt Það að hafa samband við okkur alls konar fólk sem vill aðstoða, sem vill hjálpa, sem vill vera með listasmiður, vill styðja við hópinn, en sem frábært og það frábært að við getum boðið upp á einhvers konar bara upplyftingu í deginum. En grunnurinn samt alltaf svo sama. Líka bara að gefa foreldrunum klukkutíma leyfi. Ég leyfa þeim að komast út í eina síkó. Þú veist, eins kaffibolla, leggja frá sér barn. Leggja frá sér barn og þú veist, fara í göngutúr. Já, ég satt með móður daginn sem sofnaði við borðið. Ég skildi hana svo vel. Það var einhver sem var við hliðina á henni og fókuseraði á börnin hennar í smástund og þetta var bara svona, ég ætla bara aðeins að þú veist. Þetta var svo kjarnandi. Þetta var svo gríðarlega kjarnandi. Hvað þetta náttúrulega þreyttur hópur. Fyrir utan öll sína áföll og baksu og þú veist, ég vil ekki byrja að hugsa hvað þessi hópur gekk í gegnum að komast hingað. En þetta alltaf plástur á opið ár. Þetta plástur á gríðastórt undirliggjandi vandamál. Þannig að jafnvel þó þetta sé bara smá hluti, þá alltaf hjálpar allt. En grunnurinn samt svo sami. Þetta hópur sem fær ekki þetta fyrsta skólastig, sem fær ekki þessa aðlöfum félagslega, sem fær ekki það sem að, við vitum hversu mikilvægt skólastig, leikskólastigið bara allir foreldrar þekkja það meira og minna, hvað gerist á leikskólanum og bara málþroski og félagsfærni og þetta allt grunnstoðir sem börnin okkar verða að fá. Þannig já, þetta stórt verkefni, en þetta samt ekki rosalega mörg börn, eins og þú segir. Þetta fá börn og það það sem ég finnst svo rosalega súrt, einhvers staðar í grunninn. Bara af hverju hópurinn búin að smækka og þetta alltaf að fækka, þessum hóp. Og hann þvert á það sem að fólk verðist vera að halda fram stöðugt í fjölmiðlum. Þessi sveitarstjórnarkosningar verðast ganga út á þennan pínu ponsulitla hóp. Já, sem ekki eins og í höndunum á sveitarstjórnarnum svo ef út í aðferð. Nei, og kemur þeim ekki við. Ég skil ekki alveg hvað að gerast í þessum kosningum þess að dana, bara frétt eftir málaflokk sem ekki eins og inn á þeirra borði. En þetta pínlítill hópur í dag. Það mjög kerfisbundi búið að fækka þessum hóp á undanförnum árum. Þannig að ég skil ekki af hverju við getum ekki bara tekið almennilega utan þessi örfáu börn. Það eitthvað aðsamfélagi sem getur ekki tekið vel utan börn. Já, það það. Og við þurfum svolítið að spyrja okkur hvernig samfélagi viljum við vera. Og ég held að þess vegna hafi þetta verið ríkt margandi reiði að vita af því, þrátt fyrir hvað þeim þykir flóttu fólkstöðu, umsækjendum alþjóðlega vernd og þar fram til götunum. En þá erum við öll í kjarna sammála því að við erum ekki vond við börn.
Ég vildi óska þess að ég gæti verið sammálaðir. Já. Að fólk sé þar almennt, stundum þá líður mér eins og bara mennskan sé farin frá okkur. En það var það sem gladdi mig svo rosalega við viðbrögin. Af því að þegar við höfum verið að tala og fyrir þessum hóp, þá finnst mér svo oft mæta doða. Bara svona fullkomnum algjörum doða. Það einhvern veginn búin að eiga sér að stað einhver svona gríðarleg af mennskun. Að barn ekki það sama barn lengur. Þannig að þarna kom eitthvað moment sem ég þykir samt svo væntum að við eigum ennþá til. Að við sem samfélag horfum á þetta og getum sagt saman, nei, þetta er óásættanlegt. Við erum ekki til í það að búa til eitthvað fangilsi fyrir börn þar sem þau hýrast inn í herbergi og með ekki heyrast og með ekki sjást til þeirra. Og það er eitthvað sem ég var rosalega glöð að sjá þetta. Já. Og glöð að sjá viðbröðin almennt úr samfélaginu að það var eitthvað sem hreyfði virkilega við fólki. Að því minnist nú á fangelsi, þá er það annað mál sem að Barnaheill hafa meðal annars sent inn umsögn. Það liggur fyrir að dómsmálaráðherra ætlar að gera að lögum, það sem kallað er brottfarastöð, það sem að við höfum kallað lokar varðhaldsbúðir. Já, það sem er einmitt. Og ég sá einmitt ungmenni, Barnaheilla sem að komu í morgunútvarpið bara núna í liðinu viku, ræddu nákvæmlega þetta og á þessum forsendum að það á bara ekkert að læsa börn inni. En ég hef nú svona heimildi fyrir því að það sé verið að moka fyrir grunni þannig á þessu fangelsi jafnvel þrátt fyrir að það sé ekki búið að samþykkja lögin og þrátt fyrir hérna miklu mótbárur allra mannréttindasamtakana sem að hafa bara staðið í lappirnar gegn þessu. Veist þú einhvern veginn svona og hefur eitthvað verið hlustað á þessi mannréttindasamtök? Ég veit að persónlega verandi í Solaris að það hefur ekki verið hlustað á okkur en þú kannski, þín vinnar, hún svona fléttast saman við hið opinbera að mörgu leyti. Já, meir og minna öll mannréttindasamtök landsins mótmæltu þessari brottfarastöð eða varðhaldsbúðum og það hefur, mér fannst svona á okkar samtölum við þá þingmenn sem við hefum rætt þetta mál við ekki mikið kom út úr því. Nei. En ég fann að það er samt titringur í fólki finnst óþægileg tilhugsun að fangilsa börn. Það er einhvers staðar þarna ennþá eitthvað sem segir þeim að nei, við ættum ekki að fangilsa börn og ég vona bara að við getum öll verið sammála það sé bara ekki lagi. Grunnstoðirnar eru svolítið áhugaverðar í þessu máli af því að ólíkt öllum öðrum lögum þá snúast þessi lög ekki það að vernda börnin. Alls staðar þar sem við frelsissviptum börn gengur það út á að vernda börnin fyrir sér eða til þess að skaði ekki aðra og það er alltaf á forsendum þess að vernda barnið. Þarna erum við að gera algjörlega ólíkan hlut. Við erum ekki að vernda börnin með að loka þarna inni. Þannig að grunnforsendan er gríðarlega skökk og ekki lagi og það er titringur í fólki. Ég finn það alveg að fólki líður ekki alveg nógu vel með þetta. Svo kom viðbót frá dómsmálaráðherra. Það sem að þeim fannst þurfa að skerpa því að þau hugsuðu brottfarastöðina að þetta er þess að annað hús fyrir fjölskyldur. Að þau eru ekki vistu með öðrum. Þau eru ekki fangelsu með öðrum sem inn á sama rými. Og þá svona aðeins róaðist hópurinn en við höfum verið að reyna að ýta á það að grundvallarforsendan sem er að við frelsissviptum ekki börn þegar það er ekki til að tryggja þeirra öryggi hún er ennþá til staðar og það er ennþá til staðar til dæmis möguleikinn á einangrun á börnum setja því það sem er kallað öryggisklefi þar sem þau eru einangrunarvistuð. Og ég meina það er ekki öll börn sem að leita hingað með fjölskyldu sinni, það er líka börn sem að koma ein. Já, en þetta er líka áhugaverði parturinn. Fylgdarlaus börn eiga ekki verið vistuð í þessari stöð en það má fjarlæga þau frá fjölskyldunum sínum innan í stöðinni sem þá er grundvallarforsenda fyrir því að þau séu í fylgd farin líka. Það er margt í þessu sem stangast svona á og í rauninni er engin rökstuðningu fyrir. En já, þannig að við tókum okkur saman enn og aftur. Við vorum 9 félagasamtök í gær sem sendum afturpóst á nefndina til þess að árétta það að jafnvel þó að þessi kæmi þessi auka
úrbóta tillaga frá dómsmálaráðherra að það hreyfði ekkit við okkar mótmælum í rauninni. Það er, þú veist, ennþá til staðar öll þessi gagnrýni, hún er ennþá til staðar. Að það grundvallar forsendurnar hafa ekkert breyst. Þannig að við vildum bara árétta það og sendum það aftur á nefndina seinst í gær. Að það er alltaf þessi þrýstingur og fólki finnst þetta náttúrulega galið. Það er einmitt, þetta er galið. Það er gjössamlega út úr kú og ég held að ég sé ekkert að kjáta frá okkur leyndamáli hérna að segja bara hversu ofboðslega ósammála ég er þessum lögum og þessari meintu brottfarastöð. Þetta er auðvitað bara fangelsi og það sem er verið að gera í þessum lögum er auðvitað verið að það er verið að taka af fólki réttin til réttinda í rauninni. Það má koma fram við þau með samkvæmt bara einhverjum áður óheyrðum hætti, taka af þeim vegabréf og frelsisvifta og án þess að þau hafi nokkuð til saka unnið og það er bara það sem reytir mann svo til reiði. En eins og ég segi þá er nú samt hef ég svona nokkuð áreiðanlegar heimildir fyrir því að þetta sé komið út af teikniborðinu í rauninni. Það sé þarna verið að móka hreinlega fyrir þessum brottfara búðum eða hvað svo sem fólk vill kalla þetta og sem segir okkur það á ekkert að hlusta á ekki Barnaheill, ekki Rauða krossinn, ekki Solaris, ekki Amnesty, ekki og þar fram eftir göttunum. Þannig að maður velti fyrir sér svona, þú veist, er þetta svona svolítið pissað upp í vindin að vera að senda frá sér enn eina álögðurina? Við verðum að gera eitthvað. Já. Það er held í grunnurinn og við verðum öll að mótmæla þessu og það að sitja á hliðarlínu og horfa á þetta gerast, það náttúrulega er bara óboðlegt. Þannig að við munum öll halda áfram að mótmæla þessu alveg sama hvað og jafnvel þó þessi komi á koppinn. Men þetta eru mannréttindabrot. Ég meira segja Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sendi sér ályktun nákvæmlega þessa klausu að vista börn væri óheimilt í rauninni. Og við áttum samtal hér á landi nákvæmlega þetta og þetta er eitthvað sem það er líka annað, við höfum verið að reykja okkur af móttöku erlendis og hvernig við höfum tekið á móti hópunum og það er úr fyrri mannréttindaskýrslum þá er þetta eitthvað sem íslensk stjórnvöld hafa verið að reykja sér af. Sem er svo áhugavert. Fjölskyldusamningarnar líka. Það er eitthvað búið að snúa þessu öllu saman við og þessi stefna sem er eitthvað búin að vera innan ráðuneytisins eiginlega óháð ráðherra. Þú veist, það er bara einhver lína þarna sem bara heldur áfram og bara eitthvað teikniborð sem við erum bara að fylgja og það virðist ekkert skipta máli röksemdafærslunar eða einmitt umsagnirnar sem við sendum eða hrópin í fjölmiðlum það virðist ekki skipta neinu máli. Það er bara einhver lína sem eru að fylgja og fólk er bara að fara í gegnum einhverja vörður og tilfinningin og við sjáum hennar hópa alltaf fækka og ástæðan að verða erfiðari og erfiðari að megin ástæðan hlýtur að vera að gera þetta eins fælandi og mögulegt er út af við. Og þannig erum við komin á einhvern stað sem við ættum alls ekki að vera á. Nei. Svo langt í frá. Já, þetta er undarlegt. En Barnaheill, það er mikið að gera hjá okkur þessu dagana, ég veit það. Mörg verkefni í vinnslu og bara í fullum gangi. Ég veit að það er mikið að gera líka hjá ungmennahópunum ykkar. Þetta eru sterkir hópar. Getur þú sagt okkur aðeins frá þessu ungmennaráði sem átti sterkan leik hérna í fjölmiðla í upphafi viku eða hvað síðustu helgi? Ég veit ekki hvað að segja, þetta er magnaður hópur. Þetta er hópur af krökkum á aldrinum 15 til 19 ára. Þau eru bara stórkostleg. Þau hafa bara verið að taka utan málaflokka sem þau hafa mikla skoðun á og þau hafa verið að skila inn umsögnum við frumvörp sem langar að ræða. Þau hafa verið að mæta á nefndarfundi á þinginu. Þau hafa verið að fara í fjölmiðla. Þau hafa verið að búa til vídeó. Þau eru að útskýra fyrir öðrum ungmennum hvað er að gerast. Og þetta er hópur sem er bara svo kröftugur og réttsýnn og flottur og
Við erum að reyna allt sem við getum mögulega til þess bara að styðja við þau, en þau hlaupa bara áfram, við eigum ekki tíðu, sko. Það er það besta, sko. Þetta er algjörlega frá A til Ö þeirra. Bara barnalýðræði. Já, bara fullkomlega algjört barnalýði, og það er svo dásamlegt að sjá svona unga krakka til dæmis skila umsögnum sem ég bara til þingsins, til nefndasvið þingsins, sem er í þeim gæðaflokki að ég held að þessi margir sem bara hreinlega trús ekki, sko. Þau eru algjörlega mögnuð, eldklári, flotti krakkar og vita bara nákvæmlega hvað þau vilja og hvað þau vilja segja. Þannig að það er bara sannur heiður að fá að vinna með þeim. Og eru ykkur fleiri verkefni á döfinni eitthvað, og líka bara hvernig getur fólk nálgast ykkur ef það vill einhvern veginn hjálpa, aðstoða, vera til staðar, hefur bara áhuga á starfinu, fullari fólk og börn? Það er bara alltaf hægt að hafa samband við okkur á bara barnaheill.is eða ringja og spjalla við okkur. Við erum með alls konar hluti á teikniborðinu, okkar svona helsti fókus hefur verið ofbeldisforvarnir. Það er svona það sem við hefum verið leggja mesta áherslu á Íslandi og reyndar í verkefnum okkar erlendis, í þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð erlendis. En það er svona það sem við hefum verið einblín á. Við erum að fara af stað núna í næstu viku með herferð sem heitir Ég lofa, sem gengur út á það að fá fólk til að hlusta á börn þegar það er að segja frá. Við vitum að allt og fá börn segja til dæmis frá kynferðisbrotum og þetta er rauninni bara að taka loforð af fullorðnum einstaklingum að hlusta, að bregðast við, að gera eitthvað þegar börn segja frá og búa til öruggt umhverfi til að börn segja frá. Og þá erum við bara með kennslumyndbönd þar sem fólk getur bara hjálpa fólki að tala við börnin sín þessi hluti til dæmis og hvað að gera og hvernig á að bregðast við. Samhliða erum við að gefa út fræðsluefni. Við fórum hringinn kringum landið og töluðum við ungmennum all land um ofbeldi í nánum samböndum og við erum að fara að kynna niðurstöður úr því í framhaldinu í þar næstu viku. En það er alls konar spennandi á döfinni. Það má alltaf hafa samband við okkur, að þetta fylgjast með okkur á samfélagsmiðlunum okkar og bara ef fólki langar að ræða eitthvað sem tengist börn og barnaréttindi, þá bara er alltaf hægt að heyra í okkur. Frábært. Takk hérlega fyrir þetta tóla í samstöttari og barnaheillum og dókið við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.